Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Í þættinum förum við til Grindavíkur, til Keflavíkur flugvallar og heyrum sögur af sjónum. Þá fáum við nýjar gosmyndir úr dölunum við Grindavík. En við byrjum þáttinn með hreistikrökkum úr Heiðarskóla í Reykjanesbæ. En lið skólans sigraði í skólarheisti í 7. sinn. Heiðarskóli fekk 64 stig, hálfu meira en Laugalækjarskóli. Skólar á Suðurnesjum hafa verið sigursælastir í skólarheisti síðasta áratuginn. Þegar Heiðarskóla krakkarnir mættu í skólan á mánudagsmorgun var þeim vel fagnað af öðrum nemendum og kennurum skólans. Grindavík einn heitasti bærinn á Íslandi þessa dagana og ekki bara út af gosinu, því það mikil ásókn í fasteignir og lóðir í bæjarfélaginu. En framkvæmdir hófust við nýtt íbúðahverfi þar á dögunum og við fórum og fylgdust með fyrstu skóflustungunni. Við ræddum við bæjarstjóran fjölgun Grindvíkinga og tækifærin í kringum gosið. Fyrsta skóflustungan að nýju hlíðarhverfi í Grindavík var tekin í síðustu viku. Við það tækifæri var undirritaður verksamningur milli Grindavíkurbæjar og verktakans Jóns og Margeirs. Það var engin annar en bæjarstjórinn sjálfur, Fannar Jónasson, sem sá að stýra gröfunni og taka fyrstu skóflustunguna. Fannar þekkir greinlega vel til gröfuvinnunar og gróf fyrstu hóluna vandræðalaust, ekki ósvipað á kollegi hans í Suðurnesjabæ gerði daginn. Þegar nýja hverfið verður orðið fullt af nýjum Grindvíkingum verða þeir orðin 5.000. En við spurðum Fannar líka því hvaða tækifæri séu að myndast í kringum gosið. Bara stöðu uppbygging í Grindavík? Já, það hefur bara verið mjög mikil uppbygging hérna í Grindavík síðustu árin og svo var nú komið að eiginlega allar lóðir voru bara uppurnar hjá okkur og því var orðið tímabært að fara að hanna nýtt hverfi og þetta merkt tímamót núna að vera að taka fyrstu skóflustunguna og hefja framkvæmdir við fyrsta áfanga í hlíðarhverfi. Hvernig þetta hverfi samsett? Þetta fjölbreytt byggð? Já, þetta fjölbreytt byggð. Það sem sagt einbýlishús lóðir hérna og parhús, raðhús og fjölbýli og á svæðinu öllu verða á bilinu 360 til 404 íbúða einingar þegar það fullbyggt og í þessum fyrsta áfanga eru 76 lóðir og það myndi rúma svona 1400 manns alltaf því þegar hverfi verður fullbyggt þegar það kemur. Og þið byrjaðar að auglýsa lóðurnar? Nei, við erum ekki byrjaðar að auglýsa en það strax orðin talsverð eftirspurn og fyrirspurnir það hvenær þetta verður tilbúið. Verktaki á að skila gatnagerðinni fullbúinni í nóvember og fyrir þann tíma verður farið að auglýsa lóðurnar til úthlutunar. Og sérðu fyrir þér einhverja tímasetningu hvenær þetta verður komið vel á veg eða jafnvel búið? Já, sem sagt, þessi fyrsti áfangi honum á að ljúka þarna í nóvember og það eru svona upp undir 200 íbúða einingar sem að þetta myndi rúma þetta gatnakerfi þannig að þetta myndi endast okkur í þónokkuð mörg ár. Við verðum 5.000 þetta Grindvíkingar þegar þetta hverfi er fullbyggt. Já, og sérðu eitthvað dagsetningu, eitthvað ártal þar eða svona í huganum? Já, sko, það var nú gert ráð fyrir upp úr 2030 þar sem þetta er fullbyggt en svo verður bara eftirspurnin að leiða það í ljós. Við erum mjög bjartsýn hér og vissum það að bara miðað við þá eftirspurn sem verið hefur að þá verðum við vissum það að það verður mikið að vera hérna hjá okkur. Þó að fólki kannski þykir það sérkennilegt að þá hefur verið mjög líflegur fasteignamarkaður hér í Grindavík síðustu misserinn og aðilar sem eru að byggja hérna fjölbýlishús núna þeir eru búin að selja þau nánast öll fyrirfram eða minnst eftirspurn þannig að það er orðinn skortur á tilteknum tegundum á húsnæði hjá okkur. Hér hafa verið jarðskjálftar á annað ár, það hófst gos fyrir meira en 2 mánuðum, þannig að við ræddum það við einhvern tíðan fyrir nokkru síðan hvort að þessi jarðskjálftar hefðu haft svona einhver áhrif á fasteignamarkaðinn, hvort þið hefðu einhverja tilfinningu fyrir því. Það virðist, bara frekar á hinn veginn að það sé meiri sókn í að flytja í bæjarfélagið. Það hefur allavega haft tiltölulega lítil áhrif finnst okkur og við erum auðvitað það þýðir ekki að vera að hugsa það hvað kann að gerast í framtíðinu og Reykjanesinu
verða hugsanlega eldsumbrot næstu áratugi og jafnvel einhver 100 ára, segja vísindamenn. Ef menn ætlaði að bíða eftir því að bíða það af sér, þá myndi ekki gera hérna á Reykjanesinu. Þannig að við erum bara full bjartsýni, við erum líka með mjög góðar íbúðarhúsalóðir hérna. Akkúrat deilið það sem við stöndum núna verður ný leikskóli og hann komin á framkvæmdaáætlun, það verður líka gert ráð fyrir verslun hérna í þessu hverfi. Þannig að Grindavík bara virkilega eftirsóknarverður staður til þess að búa á eins og verið hefur og öflugur á öllu leyti, þannig að það er engin bilbúr á okkur hér. Þannig að þið hafi verið að huga að innviðum eins og nefnir leikskóla, verslun og þjónustu þætti og annað. Þannig að þið horfið til þess líka samfara þessari miklu uppbyggingu sem er framöndan. Já, algjörlega. Við erum að byggja núna við Hópskóla og því verki líkur núna bara á næsta ári og þá erum við vel í stakk búin til þess að mæta fólksfjölgun. Það er ekki varði í það að vera að úthluta lóðum og fólk að byggja hérna á þess að til staðar séu öflugir innviðir og við höfum hugað að því í tíma þannig að það á ekki að verða skortur á leikskólaplássi og skólahúsnæði þegar það kemur. Þú ert búinn að standa í framlínunni að undanförnu út af gosi. Hvernig svona, þetta búið að vera svolítið sérstakt fyrir bæjarstjórnina þegar ekki og náttúrulega bæjarbúa alla? Jú, þetta hefur auðvitað verið mjög sérstakt og sérstaklega meðan að jarðskjálftarnir voru sem mestir. Það var virkilega erfiður tími fyrir marga. Nú er ástandið einhvern veginn orðið bara miklu stöðugra og meðan þetta gosir þarna á þessum stað og jafnvel þó það haldi áfram einhverja mánuði eða jafnvel ár, að þá er byggðin hér ekki í neinni hættu. Þannig að við erum miklu einhvern veginn svona betri stöðu heldur en þráttur allt heldur en verið hefur og þetta hefur tiltölulega lítil áhrif á okkur hérna. Annað en það að ferðamennirnir sækja mjög hingað þannig að við lítum á þetta sem tækifæri líka og taka á móti ferðamönnum í auknum mæli, sérstaklega frá útlöndum. Þannig að við horfum bara björt til sumarsins og næstu ára, bæði fyrir Grindavík og fyrir Reykjanesi allt og við vitum það að það er mikill áhugi til dæmis hjá Bandaríkjamönnum sem eru einn af fyrstir til að koma hingað til okkar til þess að koma hérna á gosstöðvarnar og ég held að það eitt bara að skila okkur bara mjög góðum tekjum og starfsemi hérna inn í bæjarfélagið. Þið hafið verið að skoða einhver mál hvernig hægt að bæta ýmsan aðbúnað eða aðgengi á staðnum. Eitthvað meira til dæmis, eitthvað fræðislu eða eitthvað sem eitthvað fleiri þættir þar sem að þið getið fengið ferðamennina til að stoppa lengur? Já, við sjáum fyrir okkur að nota Kvikuna, það er að segja auðlinda- og menningarhúsið okkar, sem upplýsingamiðstöð og kannski svona jarðfræði sýningu, það sem sérstaklega er náttúrulega augum beint að eldgosi og jarðskjálftum og við erum að vinna að undirbúningi þess að þetta verði bara öflug miðstöð hérna í Grindavík fyrir túristana einmitt að kynna sér þessa starfsemi og vonast til þess að við getum tekið hérna vel á móti öllum þeim sem hingað vilja koma. Við erum líka að vonast til þess að fólk dvelji lengur hérna á Suðurnesjunum. Gisti hérna fleiri nætur heldur en kannski verið hefur undanfarin ár, einhvers staðar á Suðurnesjum og við erum hérna með mjög góða veitingaaðila og nýopnað hótel, nýopnað glæsilegt hótel og síðan afþreyingu fyrir ferðamenn. Bláa lónið er náttúrulega hérna hjá okkur. Við erum að vinna þetta með þessum aðilum að reyna einhvern veginn að vekja enn meiri athygli á því hvað Grindavíkurbær og Reykjanesi hefur upp á að bjóða. Ég er svona að lauma að þér einni spurningu svona í lokin. Þið hættu við sjóvaran síkáta. Hefði ekki verið tilvægilega að skella bara á goshátíð? Það er bara góð ábending og kannski verður goshátíð. Við höfum náttúrulega eins og allir aðrir verið að velta fyrir okkur hvernig verðum við fjöldatakmarkanir og því miður verðum við að slá hana af sjóvara síkáta þessu sinni en við komum bara öflugri til leiks og hvort sem það heitir goshátíð eða sjóvaran eða hvað annað þá ætlum við okkur bara að gera góða hluti hérna áfram. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, fór í spariskónum í gröfuna og tók fyrstu skóflustunguna að 20.000 fermetra viðbyggingu við flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkur flugvelli. Áætlaður kostnaður er yfir 20 milljarðar og byggingin á að vera tilbúin eftir það bil 3 ár. Samið hefur verið við verktakafyrirtækið Ístakum jarðvinnu vegna viðbyggingarinnar sem rísa á austur af núverandi flugstöðvarbyggingu. Verkefnið er mikilvægur liður í uppbyggingaráætlun flugvallarins.
Þjónusta við farþega batnar og afkasta geta flugvallarins eykst. Ekki má gleyma góðum áhrifum sem þetta hefur á atvinnulífið á Suðurnesjum. Bjarni, Suðurnesjamenn hafa beðið nokkuð lengi í erfiðri stöðu og þetta vissulega stórt skref í atvinnumálum og svona í, hvað ég var að segja, að hlutinni sé að fara í gang aftur. Já, þetta algjör tímamót hér fyrir flugvöllinn og fyrir svæðið. Við fórum í þessa framkvæmd til þess að bæði hífa upp fjárfestingastigið og skapa störf, en líka framkvæmd sem hafði verið undirbúin í mörg ár og hugsuð til þess að styrkja svæðið, styrkja völlinn, bæði sem tengir flugvöll og vegna komu ferðamanna, þannig að þetta stór mál. Þetta hefur afleiður, þannig að þetta hefur mjög sterk áhrif inn í samfélagi hérna, segir forstjóri Isavia við okkur fyrir stuttu síðan. Hvernig finnst þér svona staðan vera fyrir Suðurnesjamenn? Já, hún vissulega að lagast. Já, hún aðeins að lagast. Ég held við höfum fundið botninn nú þegar, en hún samt alls ekki nógu góð í augnablikinu. Þetta ein af aðgerðunum sem vonandi hjálpar okkur að spyrna við og þar kemur auðvitað margt fleira til eins og bólusetningarnar og maður gleðst yfir því að koma hér í fyrsta skipti í langa tíma á flugvallarsvæðið og sjá ferðamenn vera að koma til landsins og flugvélar að taka á loft og svo framvegis. Þetta að breytast. Ég hef trú á því að við finnum aftur kraft í ferðaþjónustunni miklu hraðar heldur en margir hafa spáð. Ég hef mikla trú á því að strax á næsta ári verði mikill fjöldi ferðamanna á Íslandi. Þannig að þú ert bjartsýnn? Já, ég mjög bjartsýnn að eðlisfari, en ég bara líka rifja það upp að við höfum sögu að koma hraðar út úr svona niðursveiflum heldur en hægt að spá fyrir Það hefur margoft gerst og ég bendi til dæmis á hve vöxturinn í ferðaþjónustunni var gríðarlegur í langan tíma hér áður en að þetta ástand skall á. Sveinbjörn, þetta að fara að gerast? Já, þetta frábær skref sem við erum að taka þetta í dag. Ekki spurning. Hvað getur svona sagt okkur í stuttum máli þessa framkvæmd? Þetta náttúrulega eina stærri framkvæmdunum sem við höfum bara ráðist í og kannski sem meira, þetta svona mjög mikilvæg framkvæmd inn í uppbyggingar áformin og sem við kynntum 2014-15 og við erum búin að fara svolítið fram og tilbaka með þessa framkvæmd út á COVID en sjáum núna að ferðamarkaðurinn farin að braggast og við erum búin að tryggja fjármögnun í þetta verkefni þannig að núna brettum við svolítið bermarnar og förum af stað. Þannig að við erum bara mjög spennt fyrir þessu. Við hittum hérna aðeins fyrr í vor og þú talar 1000 störf og eitthvað svona í kringu það, þú veist. Hefur séð eitthvað breytinga frá þeim tíma? Þetta að fara að gerast þannig? Þetta klárlega að fara að gerast þannig og það sem óbúslega jákvætt það að það hefur náttúrulega verið mikill hraði á þessu og við höfum þurft að keyra fólkið okkur svolítið út til þess að ná því að starta þessu réttum tíma. Og við tökum til dæmis þessa tilteknu framkvæmd og þá stækkuðum við hana frá því sem við vorum að vinna með á þeim tíma þegar við töluðum saman síðast. Þannig að það hefur síður en svo dregið úr umsögunum sem fylgja þessu, það hefur frekar bætt í. En svona almennt í ferðaþjónustunni, það svona margir að tala þetta virðist vera að gerast aðeins hraðar. Hvað segir það? Já, skrefin virðast vera meira örugg heldur en hröð. Og það það sem við erum svolítið ánægð með að þetta ekki að fara neitt mjög hratt af stað. En við finnum mikla festu í því þegar flugfélögin að taka ákvörðun að byrja að fljúga til okkar. Við finnum að það mikið á bakvið það er mikill áhugi ferðamanna á Íslandi þannig að það allt saman að ganga eftir. Og eins og dagurinn í dag, við vorum með 17 flugvélar og kannski 3200 farþega. En á góðum júlidegi, þá þetta 12% af þeim tölum, En þetta eru samt stór og mikilvæg skref. Og það má heldur ekki gleyma því að við vorum bara fá því hendurnar að til dæmis í maímánuði þá vorum við með 88 fleiri starfsmenn á launaskrá heldur en í apríl. Og svo sjáum við það aftur fyrir okkur í að minnsta kosti það í júní. Þannig að við sjáum líka að við erum farin að taka fólk inn á launaskrá gagnvart reksturinn, ekki bara framkvæmdunum. Þannig að það líka gríðarlega jákvætt og notalegt að sjá það skref gerast. Hafsteinn Guðnason, fyrrverandi skipstjóri, fór fyrst á sjóinn aðeins 8 ára gamall með föður sínum, en hann fór í sinn fyrsta alvöru róður þegar hann var aðeins 13 ára, að vísu með bróður sínum á hálfum hlut og þeir fóru á síldveiðar.
Við hittum Hafstein Guðnason í bátasafni Gríms Karlssonar í Dúshúsum í Reykjanesbæ og ræddum við Hafstein sjómennskuna en bátalíkan af fyrsta bátnum sem okkar maður fór á einmitt á safninu. Og ég man eftir því að ég fekk að fara sko róður. Þannig að maður var nú ekki hár í loftinu en alltaf vildi maður, þó maður verið bullandi sjóveikur, alltaf vildi maður fara aftur. Já, hvað varstu gamall að það? Ég hef ekki verið nema 8-9 ára. Já. Svoleiðis, alltaf vildi maður fá að fara á sjóin. Svo vantaði hann, ég var komin ég var 14 ára, þá var ég var búinn að fara á síld á honum, 13 ára. Já. Við fórum bræðurnir, ég og Siggi bróðir, við vorum upp á hlut á síld 1952 með hringnót og það var náttúrulega, þetta voru alveg síldarleysisár en við fengum 210 mál á tunnur þannig að það var bara náttúrulega trygging en þetta var svona reynsla hjá okkur 14 ára þá lendi ég á togara Úranusi með Helgi Kjartansson frá Mosó sem var skipstjóri fór 3 túra á Grænland, á Vestur-Grænland og þá vantaði pappa að forfallaðist einn af nóg reglundum á þessum. Og þá var ég að ætta á togaranum. Svo kom nýr muninn, áramótin 55-6 og pappi hann sagði það, þú verður bara kokkur. Og ég var kokkur í 2 vertíðar. Já. Og svo lá leiðin í sjómannaskólann, einn vetur þar og þá gat maður orðið skipstjóra Queen Mary þeirra vegna. Já. Eða stýrimaður allavega til að byrja með. Já. Þannig að ef hún hefði farið á fiskveiðar. Já. Hafsteinn var á nokkrum bátum á þessum árum og tók meðal annars við stærsta nótaskipi Íslendinga á þeim tíma, Kristjáni Valgeiri. Hann bar þá 300 tonn. Svo held ég hann hafi verið lengdur 2 og byggt yfir hann og þá bar hann orðið 800 tonn. Það var mikla breytingar. En hugsaði í dag, sko, nú er þessi nýjustu skip, þau eru að taka í einni ferð þar sem við vorum alla vertíðina að taka. En ég byrjaði mjög snemmi, við byrjuðum á loðnu, sko, á Sigurpáli 1965. Og það var nú ekki mikið sem þetta gaf af sér, en það er sama, það var byrjað að bræða loðnuna þá. Já. Já. Ekki mjög verðmætt á þessum tíma? Nei, hún var sko ekki verðmætt á þessum tíma. Nei. Og svo var náttúrulega að fara á loðnu á Kristjáni Valgeir strax. Og ég man það að ég fór fyrstu vertíðina 7. janúar frá Sandgerði. Og þar sögðu nú sveimir að hann hlýtur að vera eitthvað ruglaður þessi maður að vara svona snemma á loðnu. Fórstu 7. janúar? 7. febrúar. Febrúar, já. 7. febrúar. Já. En þetta var hún nú komin að tvískerjum og það gekk ágætlega. Hafsteinn var einn af dugmeiri skipstjórum á loðnu sem var ekki stór þáttur í fiskveiðum Íslendinga fyrstu árin. Habi Guðna tók við loðnuskipinu Gíu árið 1979 en þá var hún nýkomin úr breytingum og lengingu. Það var alveg gríðarlega mikla breytingar á loðnuveiðum frá því þegar þú ert á þessum tíma. Alveg óhemji breytingar og veiðarfærin stækka og svo fyrst var engin dæla og engar hliðarskrúur. Nú er þetta náttúrulega sjálfsagðir hlutir. Já. Það er ekki... Það var nú smá lóna í veitur. Þetta var svona slapp til. Þetta er alveg mjög mikil upplýfting bara fyrir alla sem að koma nálægt þessu. Já. Sjómennina og landfólki sem að fær vinnu við þetta er unnið dag og nótt til að gera verðmæti úr þessu. En þegar þið voruð að veiða loðnu í Englanda, voruð þið með eitthvað leitartæki? Já. Það var komið astig og... Það var komið, já? Já. En þurftu að fara langt? Það var, eftir meðan hún var að ganga hérna með ströndinni, þá þurfti ekki að fara langt. Nei. Nei. En voruð þið að veiðana áður hún var þóknarfull á þessum tíma? Já. Það var mest alltaf verið að veiði í bræðslu? Alltaf verið að veiði í bræðslu. Það er bara núna í seinni tíð sem að er að fara... Já, það var svona síðust árin. Og þá voru hún ekki að koma þessar græjur sem eru núna. Nú slíta menn kerlingun í sundur til að ná hrognunum. Já. Í gamla daga þá, þegar var verið að dæla í land, sko,
þá settu menn keðju til þess að þrengja slönguna sem var lág í land til þess að sko væri meiri þrýstingur og þá þrýstist hrognan sko úr hrygnunni, þá þrýstist hrognin úr. Þetta voru eina sem var hægt að gera. Já. Þetta er gríðarlegar Já, þetta eru mikla breytingar. Já. Það við erum hérna í þessu skemmtilega bátasafni Gríms Karlssonar. Gaman að sjá alla þessa báta hérna. Það er náttúrulega verið gríðarleg þróun í byggingu báta og skipa. Já, þetta ekki smá risa skip þessi nýjustu? Nei, þetta alveg með ólíkindum. Með öllum græjum? Já, og svo líka sko, allir þessi plastbátar sem konur eru náttúrulega, þetta eru mikil breyting, allt yfirbyggt og með beikningavélum og það er geysilega breytingar orðnar í þessu. Sko, ef maður færi borð í þessi nýjustu skip, maður kynni ekki á neitt og það er mörg ár síðan ég fór borðið á Vörð, hann kom nýr frá Grenivík. Frendi minn, hann fór með mig borð og var að sýna mér, fór með mig upp í brú. Þá voru 17 tölvuskjáir í brunni. Og núna er þetta sjálfsagt, já ég veit það ekki. Það er bara svona, þetta eru mikla breytingar. Lentur aldrei í neinum vandræðum á sjó, Hafsteinn? Nei, ég var nú bara mjög heppinn. Ég ekki í neinum. Og eins og ég segja, mista aldrei mann eða neitt svolítið. Var mjög langsamur með það. Ég hafði ekki fengið það með blóðinu. Pabbi var gætinn, hann þótti gætinn sjómaður. Og hann endaði nú kokkur hjá mér. Já? Já, hann var listakokkur á. Þannig að þú varst kokkur hjá honum þegar þú varst yngri? Já, það var smá, svo endaði hann kokkur hjá mér. Hann alveg listakokkur. Hafsteinn tíðrætt margar breytingar í greininni og það til góðs. Fyrir nokkrum áratugum var ekki svona mikil áhersla á að koma með nýjan fisk að landi. Mikið af honum fór á hjallana þar sem hann var hengdur til þurrkunar og humarinn var ekki tekinn borð. Meðferðin á fiskinu, hún var svolítið annar í dag. Það er alveg á hreinu, það er mikil munur. Og svo líka, til dæmis á netabátum í dag, það fer helst enginn á sjó nema að sjá fram á að hann geti dregið netið aftur með sem nýjustum fiski. Maður sér það bara í svona brælum eins og eru núna, menn bara að taka upp á þessum minni bátum. Það þýðir ekkert að vera að koma í gamla fiskalandi. Nei. Það þekkist ekki í dag. Sem betur fyrir, þetta mátti breytast. En hann í gamla daga, eins og maður segir, svona... Já, menn voru kannski með 10-12 trossur og það þótti alltaf sjálfsagt að eiga kannski 2-3 nátta sem voru að búa og það var sko, hugsunni var þannig að þetta væri allt nógu gott á hjallana, það var bara hengt upp. Þetta var nógu gott á hjallana og nógu gott í Afríkumennina, svoleiðis hugsuðu menn þá. En þetta er liðin tíð. Það er gríðarlega breytt tímar í þessu. Þeir fá eitthvað þurrum hausum og svoleiðir og hryggjum. Þeir kunna nýta það og eru ánægðir með það. Það er mikið prótein. Þeir verða að nýta allt úr fiskinum í dag. Já, þetta er mikið, til dæmis bara að roði skuli vera orðið með því verðmætasta. Það er alveg ótrúlegt. En það er líka bara, maður gleðst yfir að heyra svona fréttir. Það er. Og líka, hvernig var það eins og þessar tegundir líka svona í seinni tíð sem hafa komið sem var bara hent í gamla daga, skötusel og ekkur og svona? Já, þegar ég byrjaði til dæmis, þá þurftum að vera kokkur og fór maður nú alltaf til að leysa af svona þegar þið kemist í mat og maður vildi endilega fara á gogginn. Það var mikið róið á leirinn þarna frá Sandgerði, fyrst á vertíð sem kallað var. Og það kom mikið af humar sem festist á krókana. Hugsaði það, hann var allur sleginn af í rúluna. Maður hafði ekki vita á að heyrða þetta. Hugsaði þetta er dýrasti fiskurinn í dag. Þetta var slegið af. Ótrúlegt. Skötusölur og tindabekkja, þetta fór allt bara á safnað í viku í miðkassan. Helst að hafa net, svo væri hægt að hífa þetta allt. Og keila, smá keila og svoleiðis. Hún var hengt kannski upp eftir hálfum mánuð. Þetta var bara svona. Hjallarnir tóku við lengi.
Það var góð aðferð til að verka fisk. Í gamla daga var lífi sjómennska og í 20 ár þegar Hafsteinn var á síld á sumrin var ekki farið í sumarfrí. Það var farið á síld, bara oftast farið svona, kannski eftir 17. júní og alltaf komið heim í byrjun september. Það var ekkert lengra úthald og þetta var ekkert nema helst kysla. Og fór allt sumarið í þetta bara? Já. Maður vissi ekki hvað sumarfrí var í 20 ár. Það var alltaf farið á síld. Svo hvarf síldin? Já, hún hvarf alveg. Var horfin áður en þetta ég byrjaði, sko. Það var... Var ekki alltaf að tala það hann hirfi þetta? Menn mættu alltaf til Siglufjarðar og síldasjálftunarstúlkur og allt. Þetta mætti alveg óhemju lið. Alltaf voru menn að vonast eftir að kæmi síld. Og svona dæmi hjátrú og fleiri skemmtilegheit, þá á Hafsteinn á lokum eina skemmtilega sögu fyrir okkur. Já, það var góð koni í Sandgerði, hann kom alltaf út nýr á bryggju. Kona stýrimannsins, hún spýtti í sjóinn sko á eftir bátnum þegar það átti að boða gott. Svona voru sko stælarnir oft í gamla dag. Já, nákvæmlega. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út Héraðsfréttablað á Suðurnesjum. Dreift ókeypis öll Suðurnes og að sjálfsögðu aðgengilegt á netinu. Við erum að skrifa fréttir á netinu alla daga á Víkurfréttavefnum vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Þannig að þátt og eldri þætti Suðurnesjamagasins getið þið séð á vefsíðu Víkurfrétta vaff.is og á hringbraut.is. Við ljúkum þættinum með skemmtilegu myndum sem okkar maður í gosinu, Jón Hilmarsson, tók núna nýlega. Við þakkum fyrir okkur. Verið sæl.